Þá býð ég ykkur bara velkomin á þennan fyrirlestur þróun kappreiða, sem fyrsti fyrirlesturinn í svona fyrirlestraröð, hádegisfyrirlestraröð sem að Landssamband hestamannafélaga stendur fyrir. Næsti fyrirlestur, hann verður þann 15. maí og þar verður fjallað hestaljósmyndun. Síðan rekur þetta sig bara svona með viku eða 2 vikna millibili á milli daga, síðan þriðjudagar og miðvikudagar. Á eftir hestaljósmyndunum verður síðan fjallað hestaferðir og undirbúning þeirra. Þar á eftir verður fjallað þátttöku í trekk og síðan síðasti fyrirlesturinn í þessari hádegisfyrirlestararöð verður fyrirlestur hestanudd og hann mun fara fram á ensku og það hægt að tengjast honum allan heim og hlusta á hann á ensku. En sem sagt í dag þá það þróun kappreiða og sá sem að ætlar að fjalla það náttúrulega engin annar en Sigurbjörn Bárðarson og þessi rauða ljónið eins og við höfum nú stundum heyrt hann nefndan, hann hefur gjarnan sést á þvælingi kringum kappreiðabrautina svo áratugum skipti. Hann þekkir manna best söguna og sögurnar og eigum ekki bara að biðja Sigurbjörn að gjöra svo vel og gefa okkur stutta innsýn yfir sögu og þróun kappreiðanna. Að loknum fyrirlestrinum sem svona 30 til 40 mínútur þá verður hægt að spyrja einhverja spurninga og síðan lokum við þessu svona eittleitið. En Sigurbjörn, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta nú hugleikið efni og gaman að þessu framtaki og lofsvert að við séum svona að rifja upp gamla tíma. Það nú oft þannig með okkur að við þurfum oft að fara aftur til fortíðar til þess að finna upp það rétta. Við megum ekki alltaf vera að finna upp hjólið þegar við erum búin að finna það upp og það sem gerðist bara upp úr 1900, það voru svo stórmerkilegi viðburðir með hestin okkar. Það að segja veðurhlaup og kappreiðar. Þannig að 1897 þá eru svona fyrstu kappreiðar sem talað sem svona almennar kappreiðar í Reykjavík og það fara fram voru kallað melakappreiðarnar og fóru fram á skildingarmelum vestur í bæ og það voru svona fyrstu vísir af því sem koma skildi og það eru svona fyrstu formlegu kappreiðarnar sem voru. Og síðan í kjölfarið sem sagt fákur fyrstur að koma með kappreiðar, setja á almenna kappreiðar. Það gerist upp úr 1922, fákur stofnaður á þeim tíma og á stofnskrá félagsins og í reglum félagsins skylda að halda kappreiðar ár hvert og var hvítasunna þar tiltekin sérstaklega. Þannig að það voru bara reglugerð það að það ættu að vera kappreiðar á dagskrá félagsins og það ennþá hefur ekki verið breytt allavega því aldrei verið fært út. Þannig að fáki ber skylda samkvæmt sínum reglum að halda kappreiðar. Nú í kjölfarið á því að þessar fyrstu kappreiðar sem eru haldnar inni við Elliðaárnar 1922 þá keppt í stökkreinu sem voru mjög vinsælar. Sem sagt var það komið mikið sem sagt mikill hugur í fólki að hleypa og etja kappi hvort eða annað og þá þetta sett upp í það form að það farið að keppa í 300 og 350 metra stökki, það voru þessar vegalengdir sem var byrjað að keppa í en 200 metra skeið lítur þá fyrst dagsins ljós og þá hleypt í 200 metra skeiði og það engin formála en að hesturinn þarf að starta á ráslínu og fara 200 metra skeiðsbrett. Og svona strax eiginlega eftir að þessa kappreiðar, að loknum þessum kappreiðum, svona, bara árið eftir, þá komu svona spekulantar að þessu og sögðu að það væri ótækt að láta þessa 200 metra skeiðkappreiðar vera með slíkum hætti. Og því var talað það að það geti ekki lullarar verið að vinna kappreiðarnar sem færi af stað af einhverju lulli frá byrjun og enduðu á einhverju kastu eða einhverju slíku. Þannig að þeir ákváðu að setja 50 metra frítt spil, þar að segja vegalengdin væri 250 metrar
og það væri frjáls aðkoma að 200 metra skeiðkaflanum. Og þar með var þessi keppnisgrein formlega til 250 metra skeið sem hefur verið til allar götur síðan, sem svolítið stórmerkilegt. Og það hafa engar breytingar í sjálfum sér orðið á því að hesturinn þarf að skeiða 200 metrana frá því að rýfur geislan inn í 200 metra kaflan og skeiða út úr, sem sagt með hesturinn verður að liggja á skeiði út úr geislanum líka, endamarkinu. Nú, þetta gerist 1923. Strax í kjölfarið á þessu, það voru þarna framtakssamir menn sem lögðu mikið upp úr því að það þyrfti að búa til spennu. Þetta var fjölsótt strax og það var ákveðið að fara í að sækja leyfi til að veðja. Eitthvað var nú sett veðja svona mann á milli þarna á fyrstu kapplögunum, en eins og sagan segir að fer þá bara strax af stað herferð að framamönnum. Daniel, fyrsti formaður Fáks, hann var þar mjög sterkur og öflugur og tengdur eitthvað inn á Alþingi og þeir koma því í gegn, þannig að 1927 þá Fákur búinn að fá löglegt veðleyfi að hann megi stunda veðreiðar, veðbanki samþykktur. Og Fákur hefur haft þetta leyfi allar götur síðan og hefur enn, og það bara endurnýja það sem sagt því að það hefur verið endurnýjað reglulega. Og þar með 1927 þá eru veðbankin komin til starfa. Nú, ég skauta svo hraðar yfir söguna því að þetta er langur tími en margt að gerast. Fyrst lágmarksþyngd knapa 60 kíló með hnakk. Það það fyrsta sem kemur upp á borðið, en fljótlega breytt í það að verða 64 kíló. Þannig að þetta var svona, og í dag stendur ennþá, þetta bara strax í kringum 1930, 28, 30, að þá það 64 kíló með hnakk og það það sem gildir enn þetta í dag. Nú, 1936 þá voru kappreiðar innvelliárnar sem fyrr og þá mætir, nú hún rétt að fara í píluna, Berglind. Þarna og hérna. Þessa hér, já. Að þá förum við svona aðeins að kíkjum við á svona smá myndir sem gefa okkur svona aðeins innsýn inn í hvað að gerast. Þarna sjáum við mynd af Aðalsteinsinni sem var svona stjörnuknapi. Hann byrjaði að hleypa 12 ára gamall og það þurfti að finna þá leið hvernig var þetta þyngjan og það var fyrst sett hnakktaska fyrir alltaf hnakkin hjá honum og grjóti hlaðið í hana til þess að ná vigtinni. Seinna var útbúnar blýrendur eða svona blýkubbar sem settir voru á og hann var stjörnuknapi. Ef þið skoðið þessa mynd þá þetta sögufræg mynd. Þið sjáið fyrir neðan andlitið á knapanum, örlítið neðar í faxsvörðinum, það hauskúpa. Og þetta þótti stórmerkileg mynd og var talað að hann færi ekki einn og þetta var strax afreksknapi mikill Aðalsteinn. Og þessi mynd fór til rannsóknar og send ellendis og það var talið að þetta var langa við eitthvað sem var af indjánaættum sem væri fylgja Aðalsteins. Þannig að hann tvímenti yfirleitt þá alltaf á kappreiðum það sem eftir var. Þannig að þetta var svolítið sögufræg og skemmtileg mynd og gaman að virða hana fyrir sér. Það ekkert photoshopað á þessum tíma, þannig að þetta var allt bara tekið með á ekki mótordræfið en það var ekki til eitt slíkt í þá daga. Nú, ef við komum aðeins lengra þá voru það 1936, þá vorum við komin að kappreiðum sem eru haldnar á alltaf reglulega á Hvítasunnu-mótinu hjá Fáki og þarna sjáum við að þetta niður við Bústaðarveg og þetta völlurinn lá eins og liggur út á Suðurlandsbraut og í átt að Geirsnefi. Og þarna voru yfir 400 hross á húsum hjá Fáksmönnum og voru sjálfseignarhús, voru hús sem að Fákur átti innan svega en var byggð upp náttúrulega bara topp aðstæða þarna. Þarna sjáum við veðbankann, það veðbanki, það hús þarna sem gnæfir upp úr með gluggum á og þarna voru veðja, það voru 6 hestar yfirleitt í riðli. Og þarna var veðjað og fólk þyrptist á veðbankanum
og þarna mættu hvorki meira né minna, hugsið ykkur 1936, 4.000 manns og þá voru Íslendingar, Reykvíkingar fyrir ekki 28.000, þannig að þetta eru liðlega 14% af Reykvíkingum sem mæta þarna inn á völlinn. Og þið sjáu það er bara þyrping á báða beggja megin semst við völlinn. Þeir sem eru hérna okkur nær, þeir voru faktískt séð utan vallar því að það var girðing þarna með sem að voru settir strifapokar á til þess að byrgja sýn því að hérna það var ekki selt inn á völlinn fyrir utan hann sem sagt. Þetta voru gífurlega skemmtilegi tíma og síðan 1941 þá Hvítasunnukappið aftur að þá eru Reykvíkingar eitthvað í kringum 38.000 og þá eru 5.500 manns sem mæta á völlinn. Hugsið ykkur hvaða aðdráttarafl þetta hafði og það má líka tala um það. Þarna kom allt fólk prúðbúið, það var upp á skverað, í frökkum með hatta, konur, kettar í fínasta dress og þetta var bara virkilegur stór viðburður hjá hestamönnum. Nú sagan flýgur áfram og við erum komin þarna með startbása sem koma nú löngu síðar. Ég held að þetta sé sjálfsagt 79 sem við erum að horfa á þarna, að það var alltaf verið erfiðleikar að stilla hestum upp á rásmarki og þá var gengið í það að búa til, ég var skoðað að fara að kaupa rásbása og þeir kostuðu náttúrulega formúu fjár á þessum tíma, þetta einhvern tímann í kringu 78-9 og kostuðu þá einhverjar 5 milljónir í það minnsta og það var ákveðið að smíða þetta og Valdimar í blek og stál fór og ég reynda var nú með í því að hanna þetta og fyrst var þetta bara svona opnir básar þar sem hestarnir þurftu að standa kyrrir inni og engin hlið, hvorki að aftan í framan og gerði þetta góða hluti og vakti mikla lukku til þess að byrja með og svo fóru nú hestar að læra á þetta og sáu að það var engin fyrirstaða þannig að það gekk oft erfiðlega að fá þá til þess að standa kyrra inni og 1985 þá tæknin búin að fleyta fram og það sett hlið á þetta bæði framan og aftan og lokur og komið með loftopnun á þessu þannig að þá voru bara tæknin búin að fleyta þessu fram á við. Þetta voru létti mikið á öllu hvað varðar kappreiðahaldi að stilla hestunum upp, geta sett þá inn í rásbása og þar væri engin fyrirstaða. Nú, ef við komum inn á að þá voru vegalengdirnar áfram svona þróast og þarna bara strax svona upp úr 1950 ef við getum náttúrulega sagt að það voru skráð náttúrulega landsmet voru alltaf skráð reglulega og til dæmis voru skeiðmetin í kringu 1946, þá voru þau rokka frá 24-2 í 23-9, þar voru Randver og Sjús hestar sem voru Geir í Gufunesi og margir góðir menn þarna var Gletta komið til söguna líka sem að 1948 setur þetta svaka Íslandsmet sem stóð í 28 ár og engin efaðist það en það ekki ástæða til og þannig að svona þróaðist þetta bara gekk þetta hratt fyrir sig og það var alltaf sami fjöldi á kappreiðarnar og vinsældirnar frekar jukust heldur en að minnkuðu og þegar við förum í það förum að fjarlægja staðinn okkar því að hestamenn voru alltaf á rakhólum með staðsetningu og ef þeir voru komin á einn stað þá voru þeir færðir eftir örskamma tíð í Reykjavík á annan stað og við fengum aldrei sama stað og við vorum á Tungu og það var flakka frá einu stað til annars og endingu átti elliðaárnar að vera upp í sveit, þarna niður Bústaðaveg en það þróaðist þannig að við færðum okkur, við vorum rekin í burtu frá Bústaðaveginum og þá var færð upp Elliðaárdalinn og upp í efri fák svokallaðan Víðidal og þar var byggður völlur 69, vígður að mig minni 1970 og það engin smá smíði ef við hugsum það, hann var 1200 metra langur og ætli hann ekki verið 12-14 metra breiður og þetta var hugsað sem veðurhlaupabraut. Þannig að þá voru vegalengdirnar allt vorum að hleypa allt upp í
vorum byrjuð að hleypa 800.000 metra og 1200 metra. En þær vegalengdir náðu samt ekki að festast inni, þar að segja 1000 kílómetrinn og 1200 metrarnir, þeir náðu ekki að festast inni vegna þess að þetta orðið langhlaup og þetta útheimti svo ofboðslega mikla þjálfun og það þýddi það að það var ekki kannski nú mikið fjármagn inn í dæminu fyrir hestaeigendur að þjálfa hesta, þannig að vel færi á með að þeir vera að hlaupa þetta án þess að verða uppgefnir á hlaupinu. Þannig að þetta beið svona í lægri hluta og eftir urðu greinarnar 250 metra ungkrossalaup, 300 metra stökk, 350, svona upp úr 1950 kom 400 metra stökkinn og síðan í kjölfarið 800 metra stökk. Þetta þær vegalengdir sem urðu svona hefðbundnar í stökkinu. 800 metrarnir eru svona nær því að vera spretthlaup, en samt það þannig að það þarf að útfæra það með tækni til þess að hesturinn haldi það út alla leið. Þetta voru þessi hlaup sem voru sem sagt í gangi. Nú eins og við vitum þá komu yfirburða hestar og yfirburða knapar. Þetta bara sagan, hún segir þetta alltaf í gegn, alveg sama hvort við erum í íþróttakeppni eða hverju öðru. Nú það sem gerist næst það að það auðvitað búnaður, við þurfum að hugsa búnað, það kemur góður maður sem hét Birgir Kristjánsson, hann bjó á Nýbýlaveginum og átti hryssu sem var nú að setja met sem hét Gjósta í stökki í þá dag, í 300 metra stökki og hann var járnsmiður og hann sló til skeifnaganga og hann bjó til kappreiðarskeifu fyrir okkur. Og það var örþunnur teinn og físléttur, einhverjir 4 millimetra þykkur og sló nagla, svona spinnur í hælana og þar fengum við kappreiðarskeifur undir sem sagt hestana. Og þannig að þarna strax farið að hugsa þetta bara þegar ég kem inn í þetta 1964-5, þá þetta alltaf í fullum gangi að öll þessi tæknilegu atriði var farið að hugsa mjög djúpt. Hjálmaskylda var nú ekki orðin þarna á þessum tíma, þannig að menn hleyptu hjálmlausir alveg þarna langt fram eftir. Þess vegna tók það mann nú svolítinn tíma að venja sig við hjálminn, það var nú svona eitthvað sem var svona, maður var ónst uppið að hafa ekki hjálm. En svo kom það reyndar inn. Nú það sem annar búnaður, hann var eins og segir það var svona hnakkílíkan sem var sett á hestana. Það var svona leðurblöðkur svona það sem fyrir setbeinin og var eitthvað svona 1,5–2,5 kíló. Og síðan komu gerðir sem voru úr áli sem komu svona yfir hnakkan á hestinum og gjörð undir og síðan álístöð. Og þetta voru sem sagt viktaði bara eiginlega ekki nokkuð skapaðanlegan hlut. En þetta útheimti líka knapar urðu að vera fimmir og geta staðið bara sem sagt í stöðunum og klofið vindinn og veitt sem minnsta mótstöð að baki. Þannig að þetta var allt þaulhugsað. Nú blinkes þar að segja sem var notað á hesta erlendis, þetta náttúrulega kom hingað til landsins og eyrnatappar líka. Þetta var notað við villta hesta sem stóðu ekki kyrrir á línu og blinkesi við hesta sem voru fælnir og síðan var þetta allt náttúrulega komu kærur þegar þessi búnaður kom og endurinn var sá að hann varð að víkja og það komu boð og bönn eins og fylgir þó að væri ekki alltaf full ástæða fyrir því af hverju það væri en allavega var það að þetta kom allavega upp á sínum tíma. Nú, ráðsbásarnir þeir gerðu náttúrulega mikið að góðum hlutum en það náttúrulega annað sem gerðist líka sem að við sjáum svona stemningsmyndir á stökki. Þetta í Víðidalnum, tekið á Fáksvellinum og þarna sjáum við það einhver byggingar, vassendin þarna í bakgrunn og mikil stemning og allt sjáum við þarna eru físléttir knapar. Þarna voru menn konur með svona sérstaka knapahúfur semst á hjálmana sem voru svona með litabrigðum og allavegna og þið sjáu þarna þessi knapar eru bara í gjörðum, ekki með hnakka, heldur bara gerðir sem voru tengdar með ístöðum. Og þarna urðu til, það svolítið gaman að fara í gegnum það svona í huganum að það urðu knapar til og ég ætla að nefna svona bara nokkra svona núlifandi svona meira knapar sem voru. Þetta voru sko
uppeldið okkar var stökkkappræðar. Það voru engar barnakeppnir, unglingakeppnir eða ungmennakeppnir. Við upplifum bara, við þurfum að fara á hlaupabrautina og hleypa eða við ætluðum að komast á blað. Og það var fyrsti vísirinn til dæmis, ég man 1967 þegar ég tek þátt í hvítasunnukappræðum Fáss, að þá næ ég að verða í öðru sæti, óvænt, og þá fóru kallarnir þarna Kalli bakari og Óli bakari og þetta sem hinir og þessi sem voru þarna gúrúar og áttu hlaupahesta, Siggi Óla í Laugarnesi og Geir í Gufunesi, svo maður nefni ykkur nöfn. Þá fóru þau að sjá, já þannig kannski dugandi drengsnáði sem maður má kannski nota. Og þá komst maður til vegs og virðingar og fekk að móka skít og teima fyrir þá hestana og halda löppu með þau voru að járna og spyrja ekki of mikið en fylgjast með og þá að vera þáttakandi og hleypa svo á kappreiðu áfram og fá kannski einn og einn hest svona út úr því sem maður var að þjálfa fyrir þá að taka þátt. Svona vann maður sér traust og virðingu. Allt tók þetta sinn tíma. Þannig að svona byrjuðist þetta upp. Nú ef ég nefni svona nokkur nöfn sem bara gaman fyrir okkur að stikla á. Gunna í Ferjukoti, Guðrún Fjellsteð, hún náttúrulega byrjaði þarna sem knapi og kom sem stjarna og hún Borgarfirði með strákana hlaupandi hringinn í kringum sig að biðla til hennar þegar hún var orðin gjafvaxta. Þetta voru knapar urðu bara stjörnur og þetta voru bara svo poppstjörnur. Maggi Ben, heldur betur okkar Kristinn í Skarni, Kristinn Gunnarsson, hann náttúrulega var alveg stjörnuknappi, Siggi Sæm, Snorri Tómasson, Sigrún Sigurðardóttir, Guðný Þorgeirsdóttir, Kolbrún Kristjánsdóttir, Aðalsteinn Aðalsteinsson, Anna Dóra Markúsdóttir, Hörður Harðarsson, svona Erlingur Erlingsson, þetta allt knapar sem að gera garðinn frægan á einhverjum öðrum sviðum í dag, Þórður Þorgeirs, Jón Óli Jóhannsson, Robbi, hans einsa Púk og svo kom einhver Stígur Sæland allt í unun á yfirborðið þegar við vorum að byrja með kappreiðar, vorum að hefja okkur upp úr Öldudal og böstaði alla. Hann var á öllum forsíðum blaða, einhver Stígur Sæland, hugsið ykkur. Hann kom, hann var bara stjarna. Hann bara vann og sigraði bara með glæsi bara. Þá var enginn að spyrja hvort hann væri góður að ríða 5-gang eða 4-gang eða A-flokk eða B-flokk. Hann var bara stjarna og blaðamennirnir þeir sóttu í þessa knappa. Alveg bara fá að tala viðtal við það og fylgjast með hvað það var að gera. Nú, svo var Guðbjörg og Halla í Hvítarholti, Vilhjálmur Hólmsson, Stefán Sturla, María Dóra, Tommi Ragg, Björns og Baldursinir, Hinni Braga og Trausti Þór Guðmundsson og Einar Karelsson. Svona væri þetta að halda áfram og fylgjast með hvaða knapar uxu úr grasi og stórfróðlegt að gera það. En svo komum við aftur í kappreiðasöguna að það voru hlaup og það voru kappreiður allt land og það voru í byrjun, þá voru nú ekki farkosti þegar þarna upp á 1968, 78, 9 og 70 og þar frameftir þegar allt var í blóma. Þá fekk ég að ferðast bara sem hestakúskur með Sigga Óla og oft Geira í Gufunesi. Þá var bara að fara ríðandi á stað úr Laugarnesi, á Klessvegi, komið við í Neðrifák. Þar var ég með einhverja svona 6, 7, 8 kappreiðahesta sem voru kenndar við Jóhönnu Kristjánsdóttir sem var skráður eigandi af þeim, en það var Batti Rauði sem var svo kallað Guðbjartur Pálsson sem átti þá hesta sem var með svona mikinn áhuga fyrir hlaupahestum. Og þessir hestar bættust í reksturinn hjá Sigga, hann kom með einhverja 6, 7 hesta, öll sín hvíturhross, það var riðið upp í Gufunes og þar bættist Geir í hópinn og síðan var bara riðið upp í Borgarnes, vestur í Dali, austur á Rangavelli, Péturssegi og Hellu og síðan var riðið norður í Skagafjörð þegar sá tími kom upp úr 1970. Þannig að maður var á ferð bara allt sumarið með hrossin. Það voru einhver hestakerrur komnar á markaðinn og einhver sérstakir hrossaflutningabílar. Það voru þá sett boddi á vörubílspalla og þá þurfti alltaf að vakka að einhverju sandtrúu eða einhverju barði til þess að geta tekið af eða sett á og þetta voru svona sérstakir tímar.
það komu stjörnur og fljótir hestar komu fram og ég man alltaf eftir þegar við tölum knapa, það kemur allt í einhver knap úr Borgarnesi og fer að ergja okkur alla hérna fyrir sunnan sem héldum við hefðum þetta allt saman. Einar Karelsson kemur með blakk sem var síðan alltaf nefndur Borgarnesblakkur og þarna kemur einhver hlaupahestur sem bara hleypur allt af sér, bara einhvern undur veraldar. Jesús með góður maður og þann kom sá og sigraði og sett okkur alveg skák og mát og það var náttúrulega að fara að hugsa einhverju leiðir að mæta þessum ofjarl okkar á þessum tíma og þá var Þýtur, mikill þekktur hlaupahestur sem Sigga Sveinsson átti sem var kenndur við Völund og var formaður Fáks lengi vel og hann var það út í lægra haldið sem sagt fyrir Borgarnesblakk þarna á tíma. Svona fættu stjörnur og ég man það á vindtímamelum, það ekki verið 71, 2, 73 kannski, þá var 800 metrar hlaup á beinni braut og þarna voru mættir allir fljótustu hestar landsins. Þá voru fréttatíminn á RÚV rofinn og það var verið að kynna að nú var í úrslitahlaupið að fara fram á vindtímamelum og hverjir voru í úrslitahlaupinu og tækist Borgarnesblakk að sigra eða myndi Þýtur vinna og svo framvegis. Þarna voru bara fréttamenn og Ríkisútvarpið að fylgjast með og rjúfa fréttatímar. Hugsið ykkur bara hvað þetta var inn á borði fjölskyldna. Þetta var alveg stór merkilegt. En svona var þetta bara að það voru svona mikill hugur í kringum þetta. Og þessu var síðan fylgnin eftir með þetta að þessar stjörnur, þessi stjörnuknapar sem urðu til, að þeir voru bara huglægir fréttaþulum og þeir bara þekktust í þjóðfélaginu, stökknaparnir sérstaklega. Skeiðknaparnir reyndar komu líka inn í þetta en aldrei eins og stökknaparnir. Því að fólkið, hinn almúginn, hann átti svo auðvelt með að dæma hver kemur fyrstur í mark. Það sá sem bara fyrstur. Og við vorum að tala skeið og hesturinn hlaup upp og það var einhvern smá upplaup. Knapi missti hestinn frá sér á einhverjum tíma, hann fékk rautt. Þá var fólk ekki alveg að skilja það eins vel. Og þessu vegna var svo mikilvægt atriði að keppnisgreinin sem við erum að bjóða fólkinu, hún sé skiljanleg. Að skiljanleikinn hann liggur í því einfaldleikanum að hinn almúginn geti dæmt þetta sjálfur líka. Þá hann miklu meira að fylgjast með dæminu. Og veðbankinn, í raun og veru upp úr 1990, 80 og 8-90 þá flosna kappreiðarnar upp. Þá eiginlega komið svona endanhútur á, það eru bara lagðar niður. Einhverra hluta vegna var það þótti of mikið vesen að halda þessu úti, veðbanki var bara starfræktur hjá Fáki og knapar og hesteigendur voru ekki tilbúnir að halda úti þjálfun á hestum nema að það kæmi eitthvað í budduna tilbaka þegar þeir væru að keppa og verðlaun átti að hætta með peningaverðlaun og það var eiginlega róttökið á þetta þegar fjármagnið fer út úr dæminu. Það segja veðbankinn hætti að gefa fólki, einu almenna fólki bara sem hefði pínulítinn áhuga á hestum, lítinn áhuga, engan áhuga eða mikinn áhuga, að það hætti jafnvel að hafa áhuga að koma inn á völl þegar það var ekki hægt að veðja og þá kappreiðarnar voru hættar. Þarna kemur eiginlega svolítið, má segja, svona svanasöngur í heiði gagnvart kappreiðunum á þessum tíma og í kjölfarið þá kemur svona dauðatími og svo aftur upp úr 1996 þá kemur þetta eigið framtak, þá kemur þarna Hjörtur Berstað og sterkur inn og með mikinn áhuga á kappreiðum, alveg lifði fyrir þetta og hann fer að væsast í því að fá sjónvarpið að og setja á stað kappreiða mótaröðun þar sem yrði veðjað og veðbankinn ræstur upp
á gamli veðbankin sem var þarna 1930 og 40 og 50, hann var til og hann var fluttur upp á Efrafossvæðið og gluggarnir þar allir, og menn brostu nú þegar þeir sáu að þetta væri komið þar en þarna var hann ekki mætt á staðinn og upphófust veðbankinn hóf starfsemi sín á fullu. Og vitið þið hversu langt við vorum komin? Við vorum komin þangað að þetta var komið inn á getraunir, 1x2, íslenska getspá og þetta var komið í sjoppur og það var hægt að veðja bara, sem sagt, fólk heim í stofu gat bara tengst þessu með einföldum hætti. Og þarna bara fer þetta hægt og bítandi af stað, boltinn fer að rúlla, kappreiðarnar verða svo vinsalar að áhorf verður svona mikið að þetta kemur bara inn á borð til sjónvarpsstjóra eða útvarpsstjóra, hvað eru nefndir á þeim tíma, og það bara hreyfing við áhorfi út frá kappreiðunum og þá bara áhugi fyrir dæminu áfram. Og þarna hafði Hjörtur verið mjög duglegur og var búinn að redda lituðum peysum. Það var komið teamwork í sambandi við að setja hestan inn í rásbásana þannig að hvert hlaup fór fram nákvæmlega á mínútu. Það var að segja 12:22 fór fram hlaup númer 3. Þá klukkan 12:22 voru hestarnir komin inn í básana og fór út og svo koll á kolli. Þannig að þetta lagðist mjög vel í maskinuna, það er að segja þjóðina, að þetta gekk svo hratt fyrir sig og þetta rúllaði allt í gegn. Og þetta þarna í einhver ár, allavega 2 ár á RÚV og komið á feiknarskrið að því miður þá koma þarna menn sem eru tengdir á þeim tíma Stöð 2, ekki það ég sé að setja út á Stöð 2, heldur að þá var Stöð 2 með sjónvarpsrás sem var gefin út sem hét Sýn, ef ég man það rétt. Það var lokuð rás sem náði bara á Stór-Reykjavíkursvæðinu og það þýddi það að veðriðarnar var farið með það út af RÚV af því að þetta var komið sterkt áhorfsdæmi en þá lokaðist landsbyggðin frá og það þurfti að kaupa sérstaka áskrift og þetta þýddi að þetta leiði undir lok með þessu, því miður. Og þarna lendum við aftur í svona sparki sem sparkar okkur tilbaka en því að það er bara að segja eins og það tekur svona allt í 3 ár, 2-3 ár, allavega 3 ár, að byggja upp hlaupa hesta, finna þá, koma með þá og ná upp einhverju breidd á því sviði. Og þá ég að tala 300, 350 og kannski, í þær vegalengdir. Nú, svo langt vorum við komnir þegar þessar veðriðar voru þarna sem ég var að tala á undan, sem að Sýn í raun og veru fór með okkur alveg, að þá var komið svo mikill hugur í menn að það var farið að tala um það að leggja hita í Fásvöllinn og geta keppt á honum bara allt árið í kring og vera bara með veðriðar eins og Sólvalla í Svíþjóð að koma bara upp veðlaupum sem að væri bara fastur liður og þetta væri bara hringrás og það væri lögn sem sagt og gerði einhverjir samningar við hitaveitunni, einhverja afgangsrennsli og þar fram til götum. Þetta var kannað og meira að segja var þetta ekkert fjarstæðukennt og þá voru konum fjársterkir aðilar að þessu sem voru tilbúnir að fara inn í þessa veðmálastarfsemi og búa til batteri í kringum þetta. Verðlaunin myndi hækka, hestar myndu vera þjálfaðir betur og þar framvegis. Nú við skulum ekki gleyma því hvað þetta væri að gera fyrir okkur. Við sjáum bara í hend okkar að ég var búinn að reikna þetta út á þessum tíma að þetta væri eitthvað milli 300 og 400 hross sem var að skipta eigendur á ári hverju, eingöngu varðandi kappreiðana. Þannig að þetta höfðu nú heldur betur til ræktenda og hestsins okkar og svo tala ég nú ekki um það að við myndum ná til íþróttafréttaritara, við myndum fá sér þætti þar sem var að vera fjallum þegar þessir hestar færa að mætast í stökkinu og þessi væri að koma norðan og þessa vestan og austan og þar fram eftir götum og þannig myndi myndast ákveðin stemning og við myndum eiga greiðari braut með að koma öðrum íþróttagreinum samhliða þessum greinum því að þetta eru greinarnar sem myndu ryðja leiðina fyrir okkur inn á miðlana. RÚV og Stöð 2 og þessar sportrásir sem eru í gangi.
vegna þess að þetta svo auðlesin íþróttagrein og það svo, og ef að veðmálin kemur inn í þetta líka, þá yrði þetta bara opin greið leið fyrir okkur upp á áframhaldið. Og ekki tala nú ekki að margir af þessum hestum væru afgangshestar í ræktun og góður hlaupahestur. Ég get nú bara sagt ykkur það, í kringum 1996 og 7, þá var bara góður hlaupahestur sem var lítill sem engin reiðhestur, hann var að fara á 4 til 5 milljónir á þessum tíma og slegist hann. Og þegar þessi bylgja gekk aftur í gang, þannig að það til mikils að sækjast eftir fyrir ræktendur hvað þetta varðar. Nú, þetta svona eins og ég sagði að þá þetta búið að ganga hratt í gegn og tíminn fljótur að líða og það mikil stemning, þetta sjáum við á Fáksvellinum, þarna Geysir að koma fyrstur í mark, bleit og drulla, aldrei hvika frá að halda mót, búið að auglýsa, búið að veðja fyrir og á mótsdeginum og allt í hámarki, mikil keppni eins og þið sjáum þessari mynd, stemningsmynd. Hérna sjáum við Fáksvöllin og gaman að sjá þetta. Þarna eru bílarnir, þeim parkerað öllum þarna í bílastæði þarna meðfram girðingunni, það eru náttúrulega reiðhjólin. Og þarna voru 5.000 manns að koma inn við Elliðaárnar hjá Fák. Þarna núna Subway eða einhver veitingastæður þarna á horninu núna á Bústaðavegi og Veðbankinn sést þarna og þarna var hvílík stemning. Og hérna sjáum við hérna á gamla Fáksvellinum, á nýja Fáksvellinum okkar, þar sem knappar eru að koma í sprettlaupi í gegnum mark og þarna sjáum við brekkuna, þarna var nú bara grjót og urð og hlutirnir svona hægt og sígandi að byggjast upp. Hérna sjáum við Fáksvöllin, hugsið ykkur mannfjöldan. Þarna erum við að sjá 5-6.000 manns í það minnsta. Veðbankinn stendur þarna upp úr og þarna einhver með tökuvél upp á palli ofan á Dómhúsinu og fylgist með og tekur upp og hestarnir að koma þarna í hörkukeppni inn á milli, heldur betur svo. Þarna voru hleyptir 800 metra hlaup og þá var ræst þarna við endamarkið, hleypt út völl og farið sveigur til vinstri svona út af brautinni og tekinn hálf hringur og þverað yfir brautin aftur og hringurinn kláraður og inn á beinum brautina og hleypt tilbaka og endað hérna þar sem að sjónlínan ber okkur augum. Þannig var 800 metra hlaup búið til þarna á svæðinu. Og hérna sjáum við bara stemningsmynd þarna á Fáksvellinum. Þarna nú bara Oddur Oddsson og Trausti Þór Guðmundsson fjær. Þetta voru hörkumót. Hérna tekið frá Þingvöllum, 300 metra hlaupi, endamarki, fólksfjöldin sjáum við hann á bakvið, hann flykktist að þegar kappið þarna voru. Gæðingakeppnin hún var svona auka búgrein með hlaupahestunum, hugsið ykkur. Hlaupin, það sé að skeiðhestarnir og þó ekki síst stökkhestarnir, þeir áttu hug áhorfenda. Og hérna sjáum við bara stemningsmynd á Víðidalsvellinum í Fák líka, hörkukeppni, flottir knappar, hérna alveg stemningskeppni, Gjálp, hérna sé ekki betur séð og Mansi og fleiri fljótir hestar sem voru á þessum tíma í unghrossalaupi að koma gegnum markið. Hérna sjáum við nútíman hjá okkur, hérna erum við komin með startbásana með hliðunum og opnast hestarnir að koma út. Þarna hefðum við nú ekki á þessum tíma, þá hugsuðum við svo nánasalega við hefðum nú aldrei leyft skrauti að vera á hestunum sem var að keppa sekúndubrot. Það hefði verið þynnt leðrið og sem minnst fyrir hestin að bera á. Þetta hefði þótt 1 gramm og mikið, en þarna eru aðrir tímar. Og hérna sjáum við stemningsmynd. Hérna eru nú hörkukeppni, alvöru tekið til kostana. Elling Sigurðsson og Eiríkur Guðmundsson og sá sem hér situr Sigurbjörn, hörkukeppni. Svona var þetta oft. Hérna sjáum við komið út úr boxunum, bara svona hestarnir að koma fram og hliðin opnuð og þarf ekki að fljúast á við hestan og línu. Þetta var náttúrulega hópur af fólki sem fylgdi, það þurfti að vera 3-4 að halda í á línu. Og þetta nú einhver geðveikasta stemningsmynd seinni tíma þegar vinirnir Danni og Elvar að keppa á hinsleikunum og bara nöslíku við, alveg geggjaður
sprettur að horfa á. Þetta það sem við viljum endurvekja og fara að ná upp og þetta þangað liggur okkar leið svolítið að fara. Ég held að við þurfum að fá áræðna menn til þess að koma. Þarna líka gífurleg tækifæri fyrir ræktendur, fyrir hestastofninn. Þarna getur ræktendur nýtt sér afgangshesta og ræktun og þarna kæmu miklu meiri peningar inn í geirann. Fjölmiðlar, við fengjum þá sterk að borðinu, ekki nokkuð spurning. Engin sérfræðingarnir spjalla og færa spjalla hlaupahestana og spá í spilin, fá veðbankann til þess að blómstra og endurvekja hann og búa til hlaupastofninn, ná hlaupahestunum fram á nýja leik. Það fullt af möguleikum og það engin ástæða til þess að staldra neitt við hvað þetta varðar, því að við eigum bara bjarta framtíð fyrir okkur. Við eigum vartan að sækja gagnvart fjölmiðlum og umfjöllun og viðurkenningu og þarna leiðin. Ég man alltaf að Bjarni Felixson sem var aðalíþróttafréttaritari RÚV í gamla daga, maður var að reyna að fanga þessa kalla inn í hestamennskuna, bjóða fjölskyldun á bak og fá hann til þess að koma á bak og það gekk nú svo langt að við fengum hann til þess að loka áramótaskaupinu og ríða út úr áramótaskaupinu á íslenskum hesti. Það þótti nú stórt í þá daga þegar það gerðist, það langt síðan. En hann sagði alltaf við mig, við skiljum ekki alveg þeir eru að ríða í þessa hringi og þessar gangskiptingar og þetta. Akkur komið ekki bara með svona láta á stökk yfir hindranir eða bara keppa í stökki og keppa við hvern annan og við skiljum þá hver kemur fyrstur í mark. Þetta var alltaf sama vísan sem kveðin var hvað þetta varðaði og ég held að þetta myndi hjálpa okkur að byggja hinar íþróttagreinarnar upp fyrir okkur með því að bæta þessu inn aftur og sækja á brattan og endurvekja kappreiðar á Íslandi. Það á framtíð fyrir sér. Ég alveg viss á því og ég hefði gaman að lifa þá tíð og taka þátt í því með ykkur. Takk fyrir mig. En það eru spurningar ef þið viljið, gjör svo vel, að það eru spurningar. Já, kæra þakkir, Diddi. Þetta fróðlegt og það eiginlega bara svolítið leiðilegt að maður hafi rétt aðeins náð í lokin á þessu og séð 1-2 kappreiðar á kaldamölum en þetta greinilega tími sem maður hefði haft gaman af að lifa. En við þökkum bara Didda kærlega fyrir hans svona yfirferð á sögu kappreiðanna og þá opið fyrir spurningar. Við ætlum að vera hérna svona allavega í 10 mínútur viðbót ef fólk með spurningar og vill heyra aðeins meira frá Didda. Gjörðu svo vel. Má ég koma, Halli? Gjörðu svo vel, Guðni. Takk. Já, bara takk fyrir frábæran fyrirlestur, Diddi, og þetta var mjög skemmtileg yfirferð. Myndist eitthvað Arnarhamar? Ég ekki alveg viss að kannski í næstu útgáfu máttu vera aðeins meira inn á það svæði. En þetta búið oft rætt og ég algjörlega sammála eins og þú segir að þetta auðvitað grein sem við þurfum að einhvern veginn að efla og bæta og þetta gefur nýjum hestum tækifæri og annars konar hestum og annars konar knöpum og fólki með annars konar áhugamál. Og þetta oft nefnt í ræðu og riti en spurningin eiginlega formentin í spurningu hvar á þetta eiginlega að liggja? Hvaðan á þetta að koma? Þarf þetta ekki að koma einhvern veginn frá grasrótinni eða hestamannafélögunum eða er þetta eitthvað sem að landssambandið á að vera að setja upp kappreiðar? Ég er aðeins hugsið með þetta því að ég deili þessari sýn algjörlega að þetta var náttúrulega frábært framtak af Fáki og Hirti á sínum tíma svo komst inn á að endurvekja þetta en lifði því miður ekki. Þannig að það einhvern veginn að hugsa hvernig, því að ég held að vilji mjög margar standi til þess að efla þessa greinar. Já, og svara þá myndi ég segja það að það eru svo mikil tækifæri fyrir menn með fjármagn sem vilja fara inn í þetta
að þarna bara rekstra grundvöllur fyrir alvöru bara fyrirtæki sem gæti verið stofnað í kringum slíkan rekstur. Í samvinnu, ég held að Landssamband hestamanna, það ekki rétti aðilinn að hann styður við bakið á hugmyndinni, en þarna þurfa einstaklingar að koma inn sem að sjá fyrir sér að reisa þetta bara úr öskustónni og koma þessu með þolinmótt fé í byrjun og semja við ykkur ákveðna kannski 2-3 velli sem að þið farið á milli sem að geta rúmað þetta og gert þetta. En annars að vera bara með þjóðarleikvang þess vegna bara á Fáksvellinu sem rúmar með mikilli breidd og mikilli stærð. Það að segja hann getur tekið, það þurfa að vera 6 hestar í hlaupi helst til þess að mynda spennu upp á veðmál og þetta svona eitthvað sem að ég held að yrði einstaklingsframtak að koma að þessu og starta einhverjum inn í þetta. Já, ég tek svarið aftur. Ég sammála þessu og ég held að það þarf samt einhvern veginn að kveikja áhugann og vekja áhugann og þessi fyrirlestur, frábæri fyrirlestur, getur eitt liður í því sem að vera vonandi margir sem horfa á og vekur marga til umhugsunar. Ég ítreka það auðvitað að Landssamband hestamannafélag auðvitað það sem heldur utan keppnisstarf í landinu og ef ég get lagt eitthvað mörkum eða skrifstofan og hvetja einstaklingar sem eru eitthvað að hugsa í þessa átt að leita til okkar og reyna að nýta okkur og okkar resursa ef svo má segja. Takk fyrir þetta. Guðni, einhverjir frekari spurningar? Já, má ég spyrja aðeins? Gjör svo vel. Góðan daginn, Daniel Gunnarsson ég. Ég skal ykkur segja, í stjórn skeiðfélagsins. Við höldum svolítið að kappreiðum á Selfossi, eins og kannski einhverju vita. Við reyndum fyrir nokkrum árum síðan þetta veðbankadæmi og fengum lengjuna í lið með okkur. 1 eða 2 tímabil á þessum 4-5 kappreiðum sem við höldum á ári. Og það var töluvert sókn. Það var lengjan tilkynning það var töluvert lagt undir og vakti mikla athygli, ekki bara frá hestamönnum, heldur bara þeim svona, já má segja, fíklum, en mönnum sem veðja allan fjöldan. Vandinn við það skilaði ekkert af því skilaði sér til hvorki okkar í stjórn skeiðfélagsins né knapa. Það það sem vantar upp á, eins og Sigurbjörn var að segja, ef að það væri til það þarf ekki að vera mikið, ef það væri bara fyrstu 3 sæti með eitthvað smá verðlaunafé eða að kæmi einhvað smá inn í þetta til að hvetja, þá fengjum við betri reiðmennsku, betri þjálfun og betri hesta og þar af leiðandi betri tíma. Má eitthvað nota, maður búinn að heyra gróusögur þennan veðrétt sem Fákur á, en það virðist aldrei vera leyfilegt að nota hann. Það einhverju sönnun fyrir því? Verður einhvern tímann löglegt að halda veðriðar í Íslandi með veðbanka og sem skilar sér út í greinina? Ég get svarað þessu, þakkaði fyrir þetta skeiðfélagið að gera firna góða hluti og það svona vísir af því sem við ættum að halda áfram með upp í stökkgreinarnar. En þetta veðleyfi er Fákur með, þessi rétt leyfi og þeir hafa ekki leyfi til þess að framlengja það eða til annarra, en þeir fóru með þetta á landsmótið á Melgerðismelum með í mannrétt, Fákur bara fóru með og þar var veðjað og á landsmótinu á Melgerðismelum á sínum tíma, ef ég man þetta rétt, en Fákur með þetta leyfi og hefur framleitt í það ekki auðvelt að fá þetta leyfi og það mjög langsótt að fá það. En allavega hafðist það í gegn og því hefur alltaf verið viðhaldið þannig að það lifandi áfram hjá Fáki. Og væri það hægt að halda veðriðar í Fáki? Já, það ekki til fyrirstöðu, það bara starta þessu og byrja á því að hleypa þessu út í sprautunni. Sko ég get sagt þetta niður út að tala peningaverðlaun að 1996 þegar þetta var þarna hjá RÚV, þegar við vorum í beinni, þá voru fyrstu verðlaun 100 metra í skeiði og 350 metra stökki, 100.000 krónur, önnur verðlaun 50.000 krónur og þriðju verðlaun 25.000 krónur. Og þetta þó nokkuð góður peningur þarna 1969. Já. 1996 fyrir ekki að þau. Já. Þessi hugmynd hefur komið upp hjá okkur á skeiðfélaginu á stjórnarfundum að fá
einstaka aðila, annarkvæmt ræktunarbú eða fyrirtæki eða einhver sem svona sponsor að styrkja til þess að fá velunafé fyrir knappa og hesta til að hvetja. Það er svo sem ekki hendi í framkvæmd, en við höfum rætt það við eigendur ræktunarbúa. Það taka allir vel í það. Fólk hefur jákvætt, fólk hefur áhuga á þessu. Þannig að það er svona, það þarf einmitt bara að fylgja því eftir. Þetta er hægt. Það ég er sannfærður um það. Já, þetta er spurning um framkvæmd virðist vera og áhuga og framkvæmd. Einhverjar frekari spurningar? Viti, það er kannski allavega mig langar að heyra, ertu ekki með einhverja eina góða svona sögu til að segja okkur allavega svona í lokin? Skemmtilega sögur kappreiðum. Og jú, það eru margar góða sögur sko, en það er alltaf svo hættulegt sko að þessum eru bannaður en 16. En jú, ég get til dæmis var nú á Iðavöllum. Við fórum keyrandi á Iðavelli, það var svakalega ferð, 68 frekar en 9 á fjórðungsmót. Og þá fengum við, hann hét Ísleifur Klaki kallaður og hann var þá búinn að kaupa bíl af sölunefnd Varnarliðsegna og við sömdum við hann að keyra, við fórum með einhverja 14 hesta og þá var það þannig að hann þurfti að vera með hlaðna bensínbrúsa á hliðinni, þetta var 8 cylindra Ford sem hann var með, hann eyddi 64 og 100 og hann komst aldrei á milli bensínstöðva. Því hann var náttúrulega strjált á milli bensínstöðva þá og þannig að hann samdum að gera þetta fyrir ákveðið verð og við urðum að hann var náttúrulega gjaldþrota þegar hann var komin á Iðavelli með bílinn. En það var nú sagan á leiðinni, en þetta var nú bara svona í gamla daga. Og svo þegar við vorum á leiðinni heim í brekkunni þarna, við komum upp úr Eyjafirðinum þegar áður maður kemur í Skagafjörð, Bröttubrekkuna þar. Hvað heitir hún? Við keyrðum í konvói með honum og þá færðist þunginn aftar í bílinn og hann prjónaði. Og hann sat á afturhlutunum og við erum að fá hjálp frá næstu bæjum til þess að ná hestunum út af bílnum og síðan að ná bílnum niður. Því hann bara prjónaði, stóð bara beint upp í loftið. Nú þetta var nú bara svona ferðasagan en þegar við komum á Iðavelli að þá voru við að koma þarna með fljótustu hestana sunnan og þá voru Urriðavassrossinn sem voru afburða skepnur. Það var Glói frá Urriðavatni, ég held að hann hafði bara verið faðir Nasar, landsfrægu, hlauparhissu. Hann var þarna mættur og Þorkell Bjarnason var ráðinn undir Hrossahjálmar og hann var ræsir. Og þegar ég var með hest sem hét Hrímnir og ég var bara með hann einn á línu og stilti honum bara upp, mjög taugasterkur, en hann hafði þá náðargáfu, hann las alltaf ræsin. Hann hallaði undir flatt og horfði á ræsin og leið og ræsir kom með F-ið, hann sagði fram sko, og flaggið byrjaði að hreyfast, þá var hann farinn. Hann tók alltaf augnabliki, hann var svo snöggur. Og þarna voru 3 eða 4 að halda í Glóa, það var Egilsen og fleiri þarna héraði, góðir og þekktir menn og ég minni Ingimar og Jaðri og þetta var svona mjög gaman og við vorum svona einhverju furðufuglar að sunnan svona, settum svolítið svip á staðinn og þegar flaggið fellur og ég þýtt af stað, þá náttúrulega héngu þeir ennþá í þeim glófesta og hann kom langt og eittar á stað og það var eina því ég heyrði óma í kyrrðinni, fjallakyrrðinni þarna, ómark og allt í vitlis og kæra ég fyrir allt og langt á undan á stað. Þorkell var alveg harður á því að það var ekki en þeir yrðu bara að sleppa hestinum fyrr því að þetta var gert fyrir sunnan að hestinum fara staðanlega á flaggi félli niður, það fyrir ekki haldi hestið þá. Og þá var aftur farið því að það var farið í milliriðil og þá lendaði þeir aftur saman og þá slepptu þau nú fyrr en þá fór Þorkell 2 metra lengra frá rásmarkinu og setti hendur fyrir andliti á sig þannig að það var ekki hægt að sjá varalestur þegar hann sagði fram, skiljiði. Svona mikil var orðið titringurinn í þessu sko, menn voru bara að lesa augnabliki, þetta voru sekúndubrotin, þetta var bara brotið sem skipti. Og síðan
gerist það líka að þeir komu upp með það að það var alltaf verið að hestahlíp alltaf fyrir. En hesturinn hann leitar þar sem þrýstingurinn mestur og þá settu þeir upp á Kjóavöllunum, það sem sprettur núna, þá voru settir upp snúraðar með snæri, það var snæri í gamla daga, þær voru snúraðar brautirnar, það var bara snúraðar fimm brautir. Jesús minn góður, hafi maður einhvern tíma lent í róti og hasar þegar þeir hlupu þvert í gegnum alla snúrurnar með staurana dinglandi á eftir sér og allt fældist til fjandans. Þannig að þetta var nú eina aðferðin sem var pröfuð, þannig að það var svo ýmislegt sem gekk á sem var skemmtilegt. Einhvern tímann var ég á Vindheimamölum og þá var Eyjólfur Ísólfsson, þetta var einhvern kringum 1970 eitthvað, ég ætla ekki að nefna knapan á nafn, en þetta voru rosalega kappreiðar og mikið vinsælar og þarna var náttúrulega risinn Sveinn Guðmundsson, hvílíkur risi, Sveinn Guðmundsson á Sauðárkrók. Hann hélt þessar kappreiðar, má eiginlega segja, með Steinbirni, faðir Skafta og Einar í Skörðugil og Dúddi og fleiri fullt af góðu fólki og hann kappkostaði bara að fá sem flesta, alla bestu. Það skipti engu máli þó Skagfirðingar yrðu að lúta í lægra haldi, þeir bestu yrðu að koma. Þetta voru svona prinsip sem hann lagði upp með. Það var merkilegur maður hann Sveinn, það var mikill drifkraftur og kringum hann. Þarna var hann að moka skurði og gera klárt fyrir að móti gæti gengið fyrir sig og hvílík natni í kringum þetta. En það var alltaf, þetta voru vinsælustu kappreiðar á hverju ári bara þarna á Vindheimamölum. Nú, það var úrslitað hlaup í 800 metra stökki og aðalknappinn okkar, hann hafði eitthvað gleymt sér því þetta var alltaf verslunarhelgi, það hafði eitthvað farið að djamma á ball, það var alltaf ball í Miðgarði og hann finnst ekki okkur til mikillara vonbrigða. Hádegið og úrslitað hlaup og að fara þarna fram klukkan 2 daginn og við förum að leita og ég man að Eyjólfur Ísólfsson var þá hjá mér og við vorum með hópa stökkastum og skeiðastum og við endingu finnum við hann á tjaldsvæðinu þar inn í tjaldi og drögum hann þar út heldur illir á brún og Eyjólfur gat nú byrsið heldur betur og þetta var náttúrulega ekki eftir því sem þetta átti að vera og það var farið og hann var dengdi í hann kaffi og sett ískalt handklæði á hann og vaskaður upp svolítið og síðan sagði Eyjólfur heldur hann sé klár og ég sagði við hann, mér sýnist það sé nú alveg á mörkunum, hvort það sé eitthvað í honum ennþá. Þá sagði hann, bíddu og þá dróf hann 10 metra línu og sagði hendurnar út og ef þú getur ekki labba beint eftir þessari línu þá hleypur ekki. Og það var úr að hann einhvern veginn staulaðist eftir línunu og svo hleypti hann og hann vann reyndar. Þannig að svona var nú þetta gekk á ýmsu en það voru skemmtilegi tímar oft. Þetta skemmtileg upprifjun. En ef það kannski ekki frekari fyrirspurnir þá er tíminn búinn og kannski bara rétt að þakka Sigurbirni kærlega fyrir og svo minni ég þá aftur á að þetta er fyrsti fyrirlesturinn í þessari hádegisverða fyrirlestraröð sem að Landssambandið stendur nú fyrir og næsti fyrirlesturinn sem er komin dagsetning á er fyrirlestur 15. maí hestaljósmyndun. En ég ætla að þakka fyrir mig í dag. Takk kærlega fyrir Sigurbjörn. Við leiðist takk. Og takk fyrir okkur.